Já, góðan daginn skákmeistarar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkrar skákir í London-systeminu sem er mjög vinsælt. Já, við skulum bara byrja ballið. D4, D5, F4. Það er svona uppæðið að London-kerfinu að planta bilskupnum F4. Ritari Access, E3. Það er allt hefðbundið. Ritari D2 er talið nákvæmast ef ég man rétt. E6, C3, biskup D6 og biskup G3. Ég ætla sem sagt að taka fyrir þessa stöðu í dag. Þetta er svona dálítið mainline staða í byrjunni og það er kannski ágætt að byrja á hérna skák sem Magnús Carlsen var með hvítt í og andstæðingur hans drap á G3. Og það er alltaf dálítið shaky að mínum að opna hérna hálínuna svona snemma. Dron D6 og biskup B5 fín strategía, það grefur svolítið undan hérna E5 reitnum. Við erum oft fara með rittaran þangað í framtíðinni. Biskup D7, biskup drupur G6 sterkuleikur, rittarinn planta sér á E5 og dronning G7 og svarti gæti reynt að skipta upp á ritturum en þessi stað er alltaf þægilegur á hvítan. Hvíturum með rittaran hann á móti biskupnum og rittaran alltaf miklu sterkari. Við sjáum að drottningin hefur hérna frítt spil alveg á þessa reiti hérna G4, H5, F3 og síðan getur hvítur jafnvel langkrókir þannig að þetta hefði ekki verið neitt sérstakt. Og rittari E5 kom, dronning G7, dronning F3 góðleikur. Nú er svartur langkrókir hér, þá kemur bara G4 og G5 að koma og peða F7 er þessu veikt. H6, dronning F4, sterkuleikur. Það er ekki svo auðvelt fyrir svartan að hrókera hérna, það er alltaf áhyggjur af einhverjum svona leik. Og síðan getur hvítur bara langkrókerað og hrókurinn fer hérna H1 og skákum átrú. Þannig að andstæðingur Magnús að leik dronning G4, dronning G7, G4 góðleikur, hótum jafnvel hérna G5. Rittari H7, þá kom dronning G3 sem fær hérna 2 upprópunarmerki í skákskýringum. Sem sagt hugmyndin er ef hann hrókerar, þá kemur F4, segjum biskup E8 til að reyna að leika hérna F6, þá eigum við hérna alltaf G5 og sóknin er alltaf sterk. Drottningin getur verið að H3 eftir að drepið og svo bara máta hálínni. Hann kann eitthvað í spilun Magnús, hrókur G8, leik svartur, hrókering, rittari F6 og F6 hefði verið hægt að leika en það er alltaf miklu betra á hvítan eftir rittari C5 hérna. Hvítur getur, ég myndi halda að hvítur getur farið að leika B3 og reynt að opna hérna A-línu og getur hrókurinn fyrir A6, hinn hrókurinn A1. Rittari F6, hrókur C1, sterkuleikur.
Hér sem sagt hvítur að huga með hugsanlega að leika C4. Hrókurinn verður sterkur þegar opnast C-línan. Hrókur G8, skulum bara skoða skákina. G4. Og nú er drottningin svolítið svona illa staðsett á C5 sko. Þannig skotlínu hróksins. Þetta með kongur F8 þá kemur bara riddari D6 og það má ekki drepa á D6, þá kemur riddari G6 skák og drottningin af. Svartur kongur E7. B4 gerir nánast út skákina, riddari D3. Nú sjáum við að drottningin getur farið að komast á D6. Já, svartur leik hérna riddari E4 og hvítur var bara gallífis. Þannig að þetta var mjög fagmannlegt hjá Magnúsi. Hann mætti halda þetta að vera í stigahæsti skákmaður í heimi eða eitthvað, en jú, hann er það. Biskup B5, það er aðalþeman í þessu til að fá völd yfir E5 reitnum. Þetta með biskup D3 myndi kannski gefa svartan kost á E5 og það er jafnvel betra á svart sko. Þannig að það er ágætt að vita af þessum biskup B5 leik. Þá kíkjum við á næstu skák. Það er skák nr. 2, Katakamski Goganov, telt árið 2016. Katakamski er einn af svona þessum betri London system kerfis skákmönnum. Við skulum byrja að kíkja á þetta. Þetta er sama leikgerð og áðan. Hrókering, áðan var biskup draugur G3, biskup D3, allt hefðbundið, B6, það er að sýna hérna eitt líka, þegar svartur reynir að leika dróning E7, það var hérna þekkt trikk sko. Það er riddari E5, riddari D7, riddari draugur D7, biskup draugur D7, sem sagt, og D draugur C5. Þá er hérna biskup draugur H7 upprópunarmerki. Svona lúmskur leikur og riddari E4. Við sjáum að drottningin er leppur. Og það getur telt svona riddari G5, drottning D3 og E4 og já, þetta á nú að vera unnið á hvítan sko. Þetta er svona þekkt gildra, það er ekki víst allir með svörtu þekkita sko. Nú B6, drottning E2. Leik Kamski, mér langar að sýna hérna eina hugmynd sem ég er með líka í þessari stöðu. Það er líka E4 strax. Biskup E7, og ef svartur drepur á D4 og kemur bara E5. Biskup E7, E5, riddari H5. Þetta er mjög athyglisverð leið sko. Mótum máta H7, G6, dróning E2. Ég held að sé ekkert, það getur sérstætt fyrir svartan að drepa á D2 sko, þá er svo mikið veikleikum í
svörtu stöðunni, til dæmis hér, þá getur biskupinn verið á H4 og F6, svo líka H4, H5, og svartur leikur H6 þá grunar með að biskup F4 sé ykkur leikur, hótum að drepa H6 og svo framvegis. Þannig að G6, G2, setur upp í D4, þetta sem sagt peðsfórn, H4, hérna eru tveir leikir, það skynir hvernig getur telst eldnögt, D4 líklega skást, biskup A6, H5, G5, F4, og ég myndi segja að þetta getur verið stór hættuleg staða fyrir svartan sko að eiga við. En þetta þarf auðvitað að skoða betur ef skákmenn vilja tefla með hvítu svona, en þetta er mjög athyglisverð tilraun sko. Biskup H6 til dæmis, H5 og kongur F1 er hérna líklega nokkuð skemmtileg tilraun, kongur með skjól þannig. Nýtum okkur H-línuna, þetta er svona nýtískulegt í anda Alpha Zero. Við erum náttúrulega peðin undir, en þetta er ótrúlega seig staða á hvítan sko. Sýna hérna biskup B7, rittar F3. Já, skákin heldur bara áfram, en ég tek eftir að tölvurnar með þetta jafnvel betra á hvítan, þannig að það getur verið svolítið hættulegt. Ég myndi halda að næstu leikir væri hrókur E1 og valda E5-pið, svo kannski drónum D2, þá áttu verið þetta G5, getur leikið biskup F4, biskupin getur verið á H6, og þetta er allt hérna í svolítið shaky að því allir kallarnir og svörstum eru á eiginlega drottningavæng, biskupin og rittarinn. Ég persónulega myndi ekkert hvíla mig alltaf mikið að vera með svart í þessu sko. Þannig að biskup T7 líka annar leikur, ég með einhverjar skýringar hérna. Hrókur E1, valdar E5. Nú er skýnindæmi, hvernig getur telst. Líklega best að drepa á F3, en ég held að þetta sé alltaf betra á hvítan, þetta er svo hættulegt, hrókurinn er svo sterkur. Þannig að það er ágætt að fyrir það sem á að tefla með hvítu að vita af þessum auka möguleika E4 sem er þetta að rannsaka nánar. En kannski leik dróning E2 sem er virkar nú eðlilegur leikur á mig líka. Hann er að fara að undirbúa E4 seinna, biskup B7, hrókur D1, svona fínisa eins og maður segir. Hrókurinn er góður hérna, hann beinir spjótum sínum að drottningun á D8, eftir E4 og opna túlkanlega T-línu, og hrókur 1-8, og þá kom E4, upprópunarmerki. Hvítur náttúrulega býður alveg með að hrókera því að við erum ekkert að móti því svona almennt að opna H-línuna. Þetta getur verið mjög hættulegt, svo eigum við alltaf þetta plan með kongur F1 og kongur G1 bara, svo E4, svona mentaplan. Hrókur E8, E4, biskup E7 leikan, náttúrulega hótum E5, og ef svartur leikur E5, þá er þetta bara einfaldlega betra á hvítan. Hér getur við stuttur og gerað. Ef við ættum leik hérna við getum náttúrulega að drepa D5, biskup H4 getur líka verið óþægilegur leikur. Mjög svona þægileg staða á hvítan. Einföld plön, drepa á D5 og rittarinn getur verið á E4. A3, C4 seinna og svo framvegis. Biskup E7, E5, rittar H5, þetta er svipuð staða á áðan.
A3 upprópunarmerki. Við viljum sem sagt valda B4 ritinu, við viljum ekki fá rittaran á B4 eftir uppskipti hérna á D4. C4 líkan. Þá skulum við aðeins skoða hvað er að gerast hér. Það eru nokkrir aðrir leikir, sem G6. Þá er allt í lagi held ég að hrókera sko, ég er með tvær hugmyndir hér, það er þetta hrókera. Sem sagt, þetta er með F-piðinu. Hrókurinn, F-línan getur verið góð fyrir okkur í framtíðinni. Það er einfaldlega hægt að hlaða á hana og síðan kannski leggja F5, B5 held ég sé ágætt. Drótning E3 gæti verið fínn leikur, hrókur T1 og við erum með gott vald hérna á E5 reitnum. Rittarinn er frá E5 á eftir. Það lítur nokkuð vel út, sýnist mér. Rittar F1 er svona mentalplanið í stöðunni kannski. F5 er líklega best. Rittar 1-3, E5. Já, ég held að þessi staða er svolítið óljós sko. Hvítur er peð yfir en þetta getur þvert einhvern veginn svona. Ég held að svartur sé alveg með sín færi hér sko. Svartur þarf þá að kunna þetta allt og kunna þennan B5 leik sem er ekkert auðvelt að finna. Þannig að hugsanlega er hrókering einföld lausn hérna. Gæti telst líka svona, H3, biskup H2, B4, drótning E3, ég gáði plönin, biskup F4, biskup kongur G2, hrókur H1, H4, biskup G5 og alls konar sóknarhugmyndir sko, mjög þægilegt. Og counterinn hjá svörstum er ekki mikill á drótningaveng og það er ekkert að gerast þar í rauninni. Það skiptir einhver máli hvað er að gerast á drótningaveng ef maður mátar andstæðinginn sko. Ok, andstæðingur kannski leik C4, G6 og hérna rittar F1 upprópunarmerki. Þetta er svona svipað og var að fína á hann. Bara aðeins verri útgáfa fyrir svartan. B5 og F5. Teflast eitthvað með svona, biskup E4 sterkuleikur. Þá er T5 peðið af líklega. Og svolítið opið fyrir svarta kónginn. B5. Skulum bara fara yfir skákinu núna, þetta er G4. Og svona í strategíinu þá við myndum vilja skipta upp á svörturittu biskupanum. Þá væri svartur svo veikur hérna á þessum svörturittum. Og drótning E3 upprópunarmerki, þar er hugmyndin að fara með biskupin F4 og hugsanlega biskup G5 og ná þessum uppskiptum. Og hrókur B8, nú ef hann drepur á A3, það er vafasamur leikur. Kongur F8, G4, drótning F4 að koma. Alltaf G4. Hrókur B8, biskup F4, það er, nú höldum við áfram planu okkar að ná þessum uppskiptum. Þannig að drepur á F4 þá er þetta nú ansi vænlegt, bara mát. Það er mikilvægt að vera ekkert að hrókera. Við viljum nýta hálínu og hann opnast. Það er engin sérstök hætta fyrir kónginn á E1 hérna sko. Hrókur B3, H4, B6, nú
F5 hefði geta telst en þá hérna sprengja og þetta G6-beð að falla sko og bara það svo margar hótanir, ég veit ekki hvar maður á að byrja, G5 gæti verið að koma en þetta dráttur upp G6 kannski aðal hótun. Maður segja þetta verið veisla eins og ungu strákarnir segja. Drang B6, biskup C2 og það krókur B2, kemur bara biskup A4 tap á A3 og nú sjáum við að strategían hefur tekist, náðum að skipta upp á svörtu biskupunum. Svörtu reitirnir eru hrikalega veikir hjá svörtum og það var mjög skemmtilegt hvernig þetta var klárað. Ritar F6 og valdur á H7 þegar leppur hérna og ritar 1-3. Það er ekki leppur lengur og getur fara að hóta á D5 líkt og gerðist. Síðasti leikurinn var mjög snyrtilegur stuttrókun úr svartu gaf. Þannig að komist að hrókir í 30. leik en hótum bara F6 og máta á H7 að koma. Þannig að þetta var mótölskák hjá Kata Kamski. Og þá var það skák nr. 3. Já, þetta voru sér bara 2 skákir, ég var aðeins að mismæla með þarna en já, vona einhverju að gagn og gaman að þessu og ég er að stefna á að gefa út byrjanabók Sikileyjarvörn svona í desember byrjun. Það er svona repertoár fyrir hvítan og hún voru líklega til sölu bara í Taffélagi Reykjavíkur og hugsanlega þetta senda þér líka heim til fólks ef það hefur áhuga og líka út á land. Það væri gaman að senda bækur þangað. Ég þakka fyrir mig.